áfram höldum við hérna í stúdíónu okkar í Valaskjálf á Egilsstöðum. Björn Ingimarsson bæjarstjóri Fljótsdals héraðs, velkominn. Já, takk. Björn, það komin góa, sólin hækkar á lofti. Þú finnur það væntanlega á þínum íbúum? Já, hér birti það. Yfirleitt nú bjart yfir fólki hér á svæðinu. En það bara hér eins og annars staðar, þegar lengir daginn, þá birtir yfir fólki og menn verða hressari og sprækari. Hvað með öskudaginn sem svona rétt handan við hornið? Öskudagurinn, hann nú nokkuð líflegur hér. Ég get allan ef ég tala bara út frá mér og mínu starfsfólki á bæjarskrifstofu, þá þetta nú með skemmtilegri dögum. Við fáum heimsóknir frá velflestum skólum svæðisins. Og krakkarnir koma og syngja og fá velun? Já, fá yfirleitt bara mjög heilbrigðar gjafir frá okkur og heilnæmar. Já, heilbrigðar og heilnæmar segirðu, Fljótsdals hérað heilsueflandi samfélag svo kallað. Hvað þýðir það? Já, það þýðir það að þetta þá hluti af stefnu skólasamfélagsins hjá okkur að vinna samkvæmt heilsueflandi markmiðum. Og við reynum líka að hafa það leiðarljósi í því þegar við erum að taka á móti okkar gestum að þeir fari með eitthvað heilnæmt út úr dyrum þegar þeir fara frá okkur. Og nær þetta þá til allra aldurshópa? Þetta náttúrulega óvenju hraust fólk sem hérna býr, sko. Þannig að ég veit ekki hvort að það tengist verkefninu en ég held að sé alveg leitun á öflugri mannskap heldurinn sem býr hér á Fljótsdalshéraði. En núna svona þegar sólin hækkar á lofti þá svona fara framkvæmdir í gang fyrir alvöru hjá sveitafélaginu. Stóra verkefni hjá ykkur núna á þessu ári? Það sé nú ekki stóra verkefni, samstarfsverkefni sem við eigum með íþróttafélaginu Hött viðbyggingu við íþróttamiðstöðina. Það verkefni sem hefur lengi legið fyrir að þyrfti að fara í. Og núna það að fara á stað. Þarna munu bæði fimleikar og frjálsar fá góða aðstöðu, plús það munu losna býsna hressilega aðstöðu í íþróttamiðstöðinni sem fyrir í dag. Þannig að þetta stóra verkefni og ég fagna því mjög að þetta skuli hafa loksins orðið að veruleika. Þetta eitthvað sem búið að vera svona lengi á óskalistanum hjá íþróttahreyfingunni? Já, það alveg að segja að menn hafa bankað býsna lengi á dyrnar en menn sáu sér lengi vel ekki fært að fara í þetta. Það voru allir sammála að þetta væri eitt af okkar forgangsverkefnum. Núna þegar það hæft þá ríkir líka samstaða það verkefni og meðal kjörinna fulltrúa og íbúa. Hvernig íþróttaaðstaðan svona stunda íþróttir og hollarhreyfingu? Ég held að íþróttaaðstaðan, við getum í sjálfu sér ekki kvart á undan henni. Við erum bæði með þarna íþróttamiðstöðinni, nokkuð sterka inni aðstöðu þarna og í Fellabæ, eins í Brúarási. Síðan erum við með gervigrasvöll í Fellabæ þar sem að hægt að iðka æfingar allan ársins hring og allan veturinn. Við erum með ágætisaðstöðu á Viljámsvelli. Síðan erum við með mjög góða skíðaaðstöðu sem við rekum í samstarfi við Seyðfirðingana upp í Stafdal. Þannig að ég held að sé ekki hægt að kvarta undan þessari aðstöðu. Og ég tala nú ekki skotfélagi inn í Eyvindarárdal. En hvað með því svona önnur verkefni sem þið ætla að fara í? Já, önnur verkefni það allt í lagi að geta þess að það náttúrulega að fara á stað spennandi verkefni hér. Eins og vökbaðs hérna við Urriðavatn. Það ekki verkefni við sveitafélags, við komum náttúrulega að því skipulagslega og svo í gegnum hitaveituna, varðandi veitu hlutan. En það að fara á stað mjög öflugt og spennandi verkefni sem ég held að muni hafa varanlega áhrif á þróun ferðaþjónustu hér á staðinu. Þetta verður svona sterkur segull eins og ferðaþjónustan kallar þetta? Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það mun verða og ég bind allavega vonu við að svo verði. Og það verður mjög spennandi að fara og hoppa þarna í vökina. Ég held að það verði bara í júní eða júlíbyrjun. En hvað með bæjarstjórann sjálfan? Ertu farin eitthvað hugað sumarfríi eða færðu sumarfrí? Það allavega, kíkjum á það þegar sumarið kemur.
Þannig jú, menn finna sér tíma til en ég tími ekki að fara í burtu ef menn eru að opna svona spennandi staði þá taka menn bara sumarfrí hér og rölta í Urriðavatni og fleiri góða staði. Og þú fagnar því að sólin, hún að hækka á loftið bara dag frá degi? Ég geri það, annars ég alltaf sáttur við skammdegið en það eru ekki allir. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir mig.